sem liggur upp úr Berufirðinum sem hinn huggulegasti fjörður, einn af fjölmörgum hérna á Austurlandi. Já, mikið rétt Villi. Og í þessu þætti ætlum við að skoða austfirskar slóðir nánar. Við erum á Neskaupstað og ætlum að skella okkur í kajakferð. En veðrið eitthvað að stýra okkur eins og sást. Já. Það er einn af fagmönnunum að koma í land. Við ætlum að fara í ferð með kajakklúbbnum Kaj sem býður upp á ferðir hér út með firðinum. En við skulum bara bíða rólega eftir að vind lægi og sjórinn verði lygnari. Ég ætlum að fara eitthvað að skoða þetta, já. Við hingrum. Já, sól og gott veður. Þú var að spjalla við hann Ara sem er aðal kajakleiðsögumaðurinn og reynslu bolti í kajakferðum. Er þetta alveg ómögulegt? Já, til að fara með ykkur. Þið farið ekki hvernig sem viðrar held ég. Góður frasi. Já, en þetta er nú ekki að versta. Nei, þetta er ekki fyrir byrjandur allavega. Ég held að við verðum að geyma það allavega í svona veðri, sko. Já. En eigum við að prófa að bíða í svona kannski 2 tíma eða hvað? Já, það gæti lægt með kvöldinu, sko. Já. Það gerir það oft hérna. Blak og kajak, er það málið núna? Nei, ég held að blaki sér út, það er kajakinn núna. Við verðum bara að bíða. Já. Við förum bara seinna á kajak. Maður fer vist ekki á kajak hvernig sem viðrar. Já, athugum málið í kvöld. Þetta er hrikalega stórt. Já. Hvað heldurðu? Þetta sé svona 15-20 villar á staði? Já, allavega nokkrir, sko. Eigum við að skokka upp? Förum upp og horfum yfir varnargarðinn. Já, kannski yfir Neskaupstað líka í leiðinni. Jæja, góðan daginn. Góðan dag. Er alltaf verið að hlaupa? Já, það er svona eins og verið að prófa þetta. Er þetta besta æfingasvæði hérna á Neskaupstað? Þetta er mjög góð staður. Já. Maður fær þrek ef maður kemur úr bænum, hérna, fara upp á garðinn og þetta er mjög gott. Eru margir sem að stunda þetta hlaupa inn á snjó? Ég hef ekki séð marga hlaupa hérna, ég reyndar engan bara, utan mig. En fólk er jú að labba hérna. Já. Fer hérna í svona útivist. Þannig að fólk nýtir sér garðana alveg óspart. Já, ég held að það sé ótt að segja það. Hvernig er þetta? Ert þú að æfa blak? Nei, ég æfi ekki blak. Er ekki allir sem æfa blak á Neskaupstað? Það eru þó nokkrir en ég er ekki þeirra hópi. Já, mér sýnist þú samt vera í mjög góðu formi. Já, svona, þokkalegu. Ertu eitthvað að hlaupa eitthvað upp í fjallinu? Já, það kemur fyrir. Ég tek yfirleitt svona, já, helst einu sinni í viku hérna upp á toppinn. Já. Reyna þá að taka það á tíma. Já. Og hvað ertu með? Það gerir þetta á 45? Nei, þetta er nú frekar leiðilegt. Svo komist frá niður í 40 mínútur í ennú skórættinni. Upp á tind? Já. Já. Þetta er 850 metrar. Já, maður fær greinilega gott úthald af því að hlaupa hérna á varnargarðinum. Það er ekki hægt að segja annað og upp fjalli líka bara. Það er nú gott. Þú ættu kannski að prófa þetta einhvern tímann bráðum, já. Að skokka á garðinum? Já, bara eða upp Já, fjalli. fáðu kannski að taka 2-3 skref með þér? Já, alveg bara sjálfsagt, sko. Alveg sjálfsagt. Er einhver sérstakur stíl sem að þarf að æfa? Nei, það þarf ekki. Nei, ekki. Ekki svona varnargarðastíl? Nei, það er alveg óþarfi. Það er bara að fara eftir höfðinu, sko, eða heilanum. Jæja, Ari. Hvernig er sjólag núna, 5 tímum síðar? Herðu, hérna, við erum nú stödd þar sem að lognið hlær svo dátt á Neskaupstað. En hérna, það er ekki í kvöld allavega. Það er ekki að gera það í kvöld, þannig að við skulum bara geyma þetta aðeins lengur. Já, við verum bara að koma aftur á Neskaupstað, að fara á kajak. Já, ég held að það sé engin spurning. Eða fara eitthvað annað á kajak. Ég held að það sé engin spurning. Við erum stödd á Seyðisfirði núna. Ótrúlega fallegur bær og fallegt bæjarstæði. Falleg hús. Falleg hús. Það gera mikið fyrir húsin sín hérna á Seyðisfirði og eru stoltir af sögu húsanna. Og svo er ég alveg dopið á ferðamönnum sem eru að bíða eftir ferjunni á morgun. Það er að segja sem að kemur frá Færeyjum og Shetlandseyjum, norræna. Og það var ung seyðisfisk blómóra sem sagði mér frá því að þokan kom alltaf með ferjunni, þess vegna sé sól í dag.
En talandi húsin hérna og sögu þeirra, þá erum við að labba í Norðurgötu núna. Og hérna í Norðurgötu 6, þessu fallega rauða húsi hérna, var einmitt pósthúsið. Í gamla þetta, húsið er byggt 1902 og þarna var pósthús. Þetta veistu nú? Þetta veit ég. Og ég veit líka að Vatnessystur, laxveiðistúlkurnar, eru ættaðar héðan. Þær koma nú og veiða lax, blessaðar. Og eins og Súkkat sagði Vatnessystur, þá er að sóta Vatnessystur maka krókinn með spikfeitum maðkur Aðaldal. Hier ist eine Furt. Hier ist Wasser. Hier ist nur Wasser. Hvað er sælileg? Blessuð, komin. Svar. Mikið rólegheit hérna í stæmingu sinni? Já, finnst þið það ekki? Jú. Það eru allavega flott veður í dag. Já. Hvernig er að vera hérna yfir sumarið? Það er fínt að vera hér á sumrin. Það er dýrlegt að vera hér upp í heiðinni, róleg, kyrrðinni og þögninni, má segja. Þó komi nú margt fólk. Þú býrði hérna yfir sumarið, ekki alveg? Við búum mikið hérna yfir sumarið. Í júlí er hér trafík alveg langt fram á kvöld og þá erum við ekkert að hugsa annað en að vera hér alveg, búum hérna á loftinu. Já. Hvað kom til að þið ákváðuð að búa hér og dveljast yfir sumartímann? Já, það er náttúrulega, það hefur alltaf verið ríkt í mér að vera upp á fjöllum á sumrin. Það hefur eiginlega verið einhvers staðar ofan við 500 metra. En ég sá það þegar ég var að vinna hérna 92 með unglingana, það fór að koma hérna fólk og vildi náttúrulega fá kaffi og menn eru komin langt að og ekki hægt annað en að hafa kaffiveitingar. Þetta þróaðist svona áfram og í dag er ég alveg með þennan stað og sé kaffiveitingar. Áttu smá kaffihandökur? Já, og kaffitár. Lítið tár. Gjörðu svo vel. Jæja. Það voru lummunar. Lummunar. Er þetta bara sérstakar lummur? Já, háfjallalummur. Og Leyni háfjalla uppskrift. Já. Það lítur ljómandi út. Er það háfjallalofti sem gerir lummunar svona yndislegar? Já, og svo er Leyni uppskrift náttúrulega. Já. Þið verða að fá eitt staup með kaffinu. Þetta er búið til úr grávíði. Við setjum aðeins grávíð sem alls staðar er, bara út í venjulegt brugg. Já. Þú finnur bara grávíð hérna í kringum? Já, svo er þetta síjað og útkoman er svona. Þetta er eitthvað langa tíma, náttúrulega. Skál. Skál. Er þetta ekki fínt? Þú eru svona mild. Er þetta milt, er þetta súrt? Nei, þetta er bara eins og grávíð víðis mín á að vera. Já, er það ekki? Það er nú sagt að það sé svolítið list að sjá hreindýr, það þarf kunnáttu til. Þau eru svo samlita náttúrunni og að menn geta keyrt nálægt þeim og bara jafnvel ekki séð þau. Hvernig er að sofa hérna í þessu húsi? Það er fínt. Aha. Já. Er ekki reynt hérna? Nei, það er bara fínir vættir hér. Já. Það hefur orðið vör við eitthvað svoleið? Nei. En það er nú samt sem maður oft verið að tala um að fólk frá Jökuldalum sé nú svolítið öðruvísi en flestir aðrir. Hvernig er að vera hérna sögursviði Sjálfstæðisflokks? Já, það er fínt. Þetta er svona, maður lifir sér inn í það og sögur mikið. Já, ekki? Jú, allavega gerir ég það. Ég er búin að lesa hana nokkrum sinnum og ég finnst alltaf þegar ég kem hér upp að ég sé að hvernig verða eins og Bjartur og Rósa. Já, þrátt fyrir mikla glöggstigni og ágætis kíkir, sá hún ekki bara neitt hreindýr. Nei, sáum slatt af sporum og vorum að reyna svona elta þau og finna það kannski meira af vilja en mætti. Já, en hérna, það er ábyggilega mjög gott að vera hreindýr hér á Jökuldalsheiðinni. Já, ef það væri hreindýr ætti verið einn ósk, þá er hún að vera hérna. Já. Fyrst að við fundum ekki hreindýrin áðan, ákváðum við að koma við hérna í Klausturseli.
Þau eru með reyndir hérna á bænum. Já. Þið kannski trúið ekki en það er reyndirskvíga sem bíður okkar hann inni og vill ekki koma út. Þannig að annað kemur hún út, víst. Það eru að fara að borða. En við sáum það allavega hana reyndir. Já. Fyrsta og kannski síðasta skipti sem ég kissi reyndir. Vilhelm, vissir þú að morgunmatur hotfiska sjómannsins er svona humar, ristabrauð og kokteilsósa? Aha. Já, svoleiðis verða. Nei, ég veist ekki. Og mér kem ekki óvart ef það væri hars og egg með því samt. Já, þetta er frábær humar en þú hef. Já, útrúlega gott að vera hérna í Austfjarðaþokunni, grilla humar á Egilsstöðum og vera á leiðinni út á Langanesið. Þá erum við komin á Langanesi. Maður getur farið inn á Þórshöfn, inn á upplýsingamiðstöðina þar og beðum að fá að síga í björg hérna með bara heimamönnum. Þú er heimilislegt alltaf hérna. Þetta er flott. Þetta hefur verið draumur lengi að fá að pröfa á og nú látum við vaða og náum okkur í egg í matinn. Þetta er svolítið svakandi. Góðan daginn. Góð dag. Daginn hér. Er þetta að fá að síga í björg hér hjá ykkur? Já. Þú getur fengið að fara hérna niður. Já. Gott sig hérna. Gott sig hér. Heyrðu, og þetta er búnaðurinn? Þetta er beltið. Þetta er beltið? Beltið, já. Þetta er engar nútíma græður, þetta er bara... Nei, þetta er orðið 20 ára gamalt. Já, er það ekki bara að besta sem að... Þetta er mjög örugt og gott beltið. Hvað heitir síið hérna? Þetta sé heitir Ystanöf. Ystan? Ystanöf, já. Ystanöf. Já. Og hvernig fyrir þetta fram? Svo bara, hérna, sígum við niður og kallinn bundinn í bílinn? Kallinn er brúðinn hérna á hennar staut og það er bara slakað. Þannig að eftir sem hann segir til sigmaður. Heyrðu. Þú getur það. Já. Vilt þú fara niður? Nei, ætli ég leyfi þér nú ekki að fara niður, Villi minn? Já. Ha. Það hefur lengi verið draumur hjá mér. Síðan að Skúli var að kenna mér í Litlaugaskóla í gamla daga. Þá heyrði maður af síðinu. Já. Við förum bara í beltið. Villi minn, þetta er eggjavestið sem þú fæði? Já, það er gott. Það er gott. Þú raðar bara... Hann raðar eggjunum hér inn. Þetta er svona eiginlega fínt. Þetta smega hérna og svo... Engin tískan, ekki þessu. Þetta er bara eitthvað sem hefur dugað vel lengi. Heyrðu, þarf ég ekki eitthvað á höfuði? Þú ert að hafa hjálminn og talstöðu niður í hjálminnum. Já. Jæja. Vilmi, þú bara hefur það fínt þarna niðri og við sjáumst bara. Ég bíð eftir þér. Ég bíð að heilsa. Ég held að hann plummi sig nú alveg, strákurinn. Án mín, í þetta eina skipti. Slaka upp! Slaka, rólega! Það er að finna mér snallega stíð á. Slaka, rólega! Stopp! Stopp! Hérna höfum við riturhreiður. Við ætlum að tína hérna örfá egg í soðið. Ritan er líka kölluð skekla og er, ef ég man rétt, minnsti máfurinn. Hérna í bjarginu er líka álka og hérna rétt hjá er svo 4. stærsta súluvarp á landinu. Slaka!
Bjargi, þó að þetta heiti nú gott sig, eins og Skúli kallaði það, þá finnst mér nú pínlítið hrikalegt, ég verð nú að viðurkenna það. Fuglinn, það ótrúlega stemning að koma þetta niður og finna lyktina og heyra gargið. Þegar maður sígur niður þá flýgur fuglinn upp allt í kringum hann og það er skemmtilegt. Það er fallegt og stemming í bjarginu. Við erum komið með nóg af eggjum í matinn og nú er ekkert að gera nema að fara upp og sjóða þau eða éta þau frá. Hífa! Þetta er frábært hérna í bjarginu. Ég er á leiðinu upp. Já, Vilhelm minn, góðstu með einhver egg handa okkur? Já. Hvernig var þetta? Þetta var mjög gaman. Þetta var dálítið hrikalegt. Ef þetta er gott sig, þá er þetta bara gott sig. Hvað góðstu með mörg? Ég kom hérna, ég er alveg haugmaður, alveg dópíu af eggjum sem ég kom með. Ég kom hérna með rituegg, eða skeggluegg. Skeggluegg, já. Skegglu, sem við köllum. Skegglu. Skegglu. Já. Já, og hérna, þetta er álka. Þetta er langvíja. Þetta er langvíja. Þú kannski getur bjóðið okkur upp á svoðinn? Við getum bara farið inn í skýglið okkar og svoðið egg þar. Já, líst vel á það. Það er ekkert mál. Hvernig gengur með suðuna á veggjónum? Þetta er svona hálnað. Já. Konar 4 mínútur. Má kíkja honni? Já, já. Þetta lítur vel út. Og eru svart fuglseggin alveg mögnuð? Þau eru mjög góð. Já. Kjarnafæða. Já. Hvernig er það? Eigið þið þessa spildu hérna og eigið allan hann reka við? Já, við eigum þessa jörð að hluta til. Já. Það eru fleiri eigendur við á vísu. Og byggið þið mikið úr reka við? Nei, við byggjum þetta hús rekvið. Það er máttaviðir úr rekvið, annar er nú hús og sjóið. Við byggjum að þeimni. Glerið raka ekki? Nei, ekki járnlið. Þetta er nú óskaplega friðsæll staður. Er ekki notalegt að vera bara hérna einn með sjálfum sér? Jú, mjög. Trúi því. Hérna er ekkert nema, heyrist ekkert nema brimið og þegar það er og gargi fuglið annars. Aðeins náttúruhljóðin. Kann á að vera. Aðeins heyrist í skipi þegar eru fram hjá. Og einn og einn bíll fer líka út hjá. Það er nú ekki mikil trafík hérna það? Nei, það er ekki að segja það. Er það ekki einmitt kosturinn við Langanes og staði eins og á borðið það? Jú. Enga menningar sýkla hingað. Það er rétt. Ég hef ekki prófað þetta. Jú, aðtóa málið. Aðtóa 1 egg. Það er svona... Þetta er velsóðið, það má fara að taka pottinn af. Jájá. Það er strópað. Það er strópað. Það er strópað. Uss. Ekki það verra. Já, er það já. Ég er... Búsi. Já, viljum við leiktu þetta eftir? Já. Það er aðeins betra bragð ef það er strópað. Já. Er ekki hotlara líka? Ég veist það. Já. Það er augasýndis með sem þú varst að fá þér. Allt í nægi að goggurinn ekki orðið mjög harður. Já. En hann er þetta eiginlega að borða fugl og egg bara. Fugl í eggjabeði. Já. Já. Ég ætla að reyna að velja mér gott egg. Líst svolítið vel á þetta. Ef það sést meginreglan svo að ef það lekur þá er það strópað. Já.
Ég ætla nú ekki að sýna hér í sjónvarpinu að ég sé einhver kveig og borða þetta bara eins og það kemur. Láglind. Það er gott að hafa trúin í svolítið. Það er gott. Já, það er svimur sem að. Já. Þetta er gott. Hefur sést þetta, ég ólst nú ekki upp við þetta, pabbi minn borðaði þetta. Hvað með hænökin? Borðið ekkert af þeim? Nei, hænök getum við ekki. Nei, það er rétt. Það er hvern, já, þarna er strópað. Já. Ekki bara. Já. Já. Æ. Ég held að sé bara viðeigandi að kveðja Langanesi. Skeið. Með þessum ágætu eggjum hjá þeim bræðrum í Höfða. Þetta er gott. Þetta er mjög gott. Flott af þér. Hvenær var þú Ringo Starr hérna í Atleik? 81? Já, 82, 3, ég veit það ekki. 3. Ekki alveg með á hreinu. Hann var hérna alveg. Já, var bara með einhverja eina trommu með sér. Gamli bítillinn. Kannski erum við verið hérna, kannski erum við á svæðinu sem Ringo Starr var að skemmta sér, hver veit. Hér var líka Úlfur, Grömmur. Já, hérna ætlum við að kveikja bál og spila lítið lag, drekka kannski smá kaffi, borða lítið brauð, skemmta okkur. Við erum búin að fá leyfi hjá landverðinum, maður er alltaf að fá leyfi, maður þarf að kveikja bál. Það er hrikalega dýrt að gera það í leyfisleysi. Það er rétt. Ef það kemst upp. Herri, og ég að safna þessu bara einu eða hvað? Já. Þú hjálpum mér? Nei. Það er góður drömbur. Já. Ekki? Jú. Flautur samt.